Nokkrum árum eftir heimkomuna fór Hannes að gera hósur sína grænar fyrir stelpu í Reykjavík sem var dóttir miðkonu föður hans. Hún hét Ragnheiður og var af helstu höfðingjaættum landsins. Þau gengu í hjónaband 1889. Hann var þá 28 ára gamall en hún var aðeins 18 ára. Fyrsta heimilið þeirra var í Þingholtsstræti 11, en frá 1893 til 1896 áttu þau húsið Amtmannsstíg 1, þar sem nú er veitingastaðurinn Humarhúsið. Ragnheiði unni hann hugástum meðan bæði lifðu. Sama árið og Hannes giftist Ragnheiði fékk hann sitt fyrsta fasta embætti þegar hann gerðist ritari landshöfðingja, æðsta embættismanns landsins. Árið 1896 var hann svo skipaður sýslumaður á Ísafirði og gegndi því embætti næstu 8 árin. Hann hélt áfram að yrkja við hátíðleg tækifæri og frægast kvæða hans frá Ísafjarðarárunum eru Íslands ljóð sem ort voru í tilefni af því að ný öld gekk í garð 1901. Hann var þá að hasla sér völl sem stjórnmálamaður og kvæðið var herhvöt til hinna fátæku Íslendinga. Sú kemur tíð sárin foldar gróa, sveitirnar fyllast, akrar hylja móa. Brauð veitir sonum móður moldin frjóa, menningin vex í lundi nýrra skóa. Sé ég í anda knör og vagna knúða krafti sem vannst úr fossa þinna skrúða. Stritandi vélar, starfsmenn glaða og prúða, stjórnfrjálsa þjóð með verslun eigin búða. Árið 1901 var þingræði tekið upp í Danmörku og fjölmennasta flokknum, Vinstriflokknum, falin stjórnarmyndun, en honum hafði verið haldið utan stjórnar áður. Hluti af honum var gamli Brandesaflokkurinn sem Hannes Hafstein hafði verið í vinfengi við. Eitt af því fyrsta sem Vinstriflokkurinn gekkst fyrir var að fallast á að Íslendingar fengju heimastjórn. Vegna tengsla Hannesar Hafstein við nokkra forystumenn Vinstriflokksins og ýmissa aðstæðna í íslenskum stjórnmálum var Hannesi falið að verða fyrsti ráðherra Íslands þegar heimastjórn komst á laggir árið 1904. Hann lét hendur standa fram úr ermum sem ráðherra og kom mörgum málum áleiðis, svo sem að koma Íslandi í símasamband við umheiminn og efla samgöngur innanlands, en eitt glæsilegasta mannvirki sem hann beitti sér fyrir var bygging safnahússins við Hverfisgötu sem nú er þjóðmenningarhús. Hannes var einnig minnugur hugsjóna sinna frá stúdentsárum og tókst að ná ýmsum mannréttindamálum fram. Má þar nefna leynilegar kosningar, skólaskyldu barna og réttindamál kvenna. Sjálfur hélt Hannes sig ríkmannlega. Hann reisti glæsilega einkavillu við tjörnina í Reykjavík sem nú er kölluð ráðherrabústaðurinn. Árið 1906 var öllum íslenskum þingmönnum boðið til Kaupmannahafnar og fór Hannes fyrir þingmönnum og vakti hvarvetna athygli fyrir fyrirmannlega framkomu sína. Hannes bast sérstökum vináttuböndum við Friðrik VIII Danakonung sem kom í opinbera heimsókn til Íslands árið 1907. Hér taka akureyringar á móti konungi með húrrahrópum. Mörgum þótti sem þar sem þeir Hannes og konungur riðu saman í broddi mikilla reiðfylkingar austur sveitir að þar færu jafningjar, skoðun sem var mikilvæg fyrir sjálfsmynd Íslendinga. En hinn mikli efnahagslegi uppgangur sem varð í íslensku þjóðlífi á fyrstu heimastjórnarárunum ýtti undir þjóðerniskenndi Íslendinga og krafan slit á sambandinu við Dani varð æ háværari. Þeir róttækustu höfðu horn í síðu Hannesar, þótt hann vera of hallur undir gömlu valdastéttina í landinu og dansk sinnaður of. Þetta varð honum að falli í kosningunum uppkastið 1908. Flokkur hans, heimastjórnarflokkurinn,
beið afhroð í kosningunum. Eftir að Hannes lét af embætti ráðherra, seldu þau Ragnheiður landstjórninni hús sitt við Tjarnargötu og var það gert á opinberum ráðherrabústað. Sjálf byggðu þau sér nýtt hús hinum megin við götuna að Tjarnargötu 33.